maður sá með kjarasamninga? Við erum komin hér með í settið hann Gunnar Lárus Hjálmarsson, betur þekktur sem Dr. Gunni. Og okkur síðan þín Gunnar er 1 árs. Já, það 1 ár frá þessum sögulega atburði þegar ég keypti litla kóka á 350 kall á matsölustað og var svo móðgaður að ég byrjaði með þess að síðu. Já. Og hún hefur bara slegið í gegn, má segja. Það stöðugur straumur af fúlum Íslendingum sem að senda inn okkur dæmi. Og hvað hefur fengið mörg dæmi gegn á þessum tíma? Sko, sem ég birt eru á þessu eina ári 1220. Aha. Sem þá 4 dag, cirka. Já. Hvað svona lærdóm dregur að þessu? Ég veit það ekki, bara við höfum frekar, kannski ekki skýtt, en svona, við erum ekki sambærileg við kannski margar aðrar þjóðir í svona bara daglegu lífsmunstri og þeim möguleikum sem við höfum til að kaupa í matinn. Úrval lélegt, verð allt og dýrt, þjónusta léleg og bara, já, við erum bara, þó við höfum náttúrulega mjög gott, sko, þá erum við samt einhvern veginn ekki alveg að... En það lýsir kannski einhverju svona hugarfari, það náttúrulega spurning kannski, kostar þetta okkur sem það sér alls staðar, lýsir kannski einhverju... Já, það náttúrulega bara gamla Ísland að við erum, þrælslundin er mikil og við berum virðingu fyrir, almúgin ber virðingu fyrir stjórnvöldum og svona þeim sem eiga pening. Já. Og svo líka bara almennt tillitsleysi í samfélaginu. Gefur ekki stefnuljós, stoppar ekki á gangbraut, sjáum þetta bara í umferðinni og það er þetta svona, þessi skortur á, kannski getur við sagt, svona hátíðlega samfélagslegri ábyrgð. Það er svona bara hver og einn fyrir sig, einhvern veginn. Það heiti félagsauður. Ég reyndar í næsta þætti ætla ég að fjalla könnun sem að, sko, var gerð hérna hjá Capacent sem að mælir þetta ansi vel og þetta er merkilega niðurstöðu sem ég ætla að kynna í næsta þætti þessum sýnir að við erum svona félagslega erum við dálítið baki Íslendingar. En gildismat okkar er neikvætt miðað við margar aðrar þjóðir, sko. Þetta er mælt þarna. En við ætlum að kynna okkur niðurstöðunar. Ætlum að nefna einhver nöfn, eru ekki bara... Ekki gera það bara, hella okkur í það. Hverjir eru vondugæðinir? Vondugæðinir? Það eru, 10-11, þeir hafa oftast verið nefndir sem okkur sjoppa, en þeir reyndar opnið allan sólarhringinn. Já. Getur það vantarlega haft það sér til málsbóta. Þú segir ekki koma þér í þá aðstöðu að þurfa að versla í þessum búðum. Einmitt. Bara vera búin að gera einhverjum áður maður endur í því. Já. Númer 2. Ég meina, maður kannski fer eftir mjólk eitthvað hlutis. Númer 2. Lyfja og heilsa og fleiri svona apótek. Jákvæði því að þú getur farið í ódýrari apótek sem hafa margoft komið vel út úr könnunum. Lyfja veri einna best. Aha. Svo eru Bíkó og Húsasmiðjan. Númer 3. Frekar lélegar. Með upp á verð, allan hef ég fengið mikið af svona dæmum þaðan. Og það eru möguleikar í staðinn að fara í minni búðir eins og múrbúðina og vörulagerinn. Svo náttúrulega Bauhaus. Aha. Það var náttúrulega alltaf æðislegt. Já. Væntanlega. Já. 4. Icelandair, þeir eru náttúrulega í einangrunarstöðu, þannig að það er kannski ekki margir möguleikar í staðinn. Nei, en það þarf ekki að vera ódýrar að fara með Iceland Express heldur. Ekkert endilega, sko. Og þú ert líka ofta að fljúga í einhverja svona útkjálka flugvelli og þetta eða stórfé í leigubíl í bæinn. Aha. Leifsstöð, það er mikill misskilningur að það sé eitthvað hagstætt að versla. Ekki nema bara sígarettur og bús. Já. Apple á Íslandi, það er náttúrulega bara þitt val að versla þar. Láta einhver kaupa verið í útlöndum, er þín ábyrgð? Já. Krónan, þeir náttúrulega komu hér inn á miklu gasi og var stórkostleg samkeppni hér sem varði held ég í eina viku og þá var aðalega slegist hvað ein mjólk myndi kosta. Já. Fór niður í 0 krónur. Jú. En síðan hefur þessi meinta samkeppni liðið undir lok og núna er krónan ekki svo lágri verslun sem hún gerist út fyrir að vera. Nei. Og svo þessar kaffisjoppur, kaffitár og te og kaffi, náttúrulega maður þekkir þetta á útlöndum og Starbucks er svo sem ekkert skárra. Nei. Þannig sé, þannig að það er bara þitt val að
ef þú veist þarna. Sambíóin ekki hagstætt. Er betra að fara í Já, þeir eru með svona alls konar svona aukakostnað sem þeir leggja á, sko. Digital mynd pluss 100 kall. Eitthvað svona. Og svo BT sem hefur líka oft komið illa út. Já, ég fengi mörg og ég meina þetta náttúrulega eins og ég segi, þetta ekki bara eitthvað út í bláin heldur þetta byggt á þetta byggt á kvörtunum fjölda lesanda, já, á þessari síðu og ég meina það er kannski eitthvað gott við þess að búið líka, ég segi það ekki en það er kannski líka tími til að Íslendingar að neytendur rísi stundum upp til varna á Íslandi og verji sig en eigum við ekki líka nefna þá sem eru góðir? Já, nú ekkert svakalega langur listi. Við skulum samt nefna. Það er veitingastaðurinn Santa Maria á Laugavegi, þeir tóku þá ákvörðun að hafa allt á undir 1000 kalli. Já, það er alltaf tróðfullt þar inni. Já. Og Lyfjaver eins og áður hefur komið fram. Svo einhverju stað út á landi, Dússa bara á Borgarnesi, þeir hafa ekki hækkað síðan 18.7. Nú láta. Tjöruhús á Ísafirði, þeir reyndar lokaður á vetuna. Símabær, það er svona, ef þú vilt fara til einyrkja sem er vel við neytandann. Hraunberg sölutur, þeir eru víst með ódýrt tóbak. Man má ekki auglýsa ódýrt sígarettur, svakalegt. Svo náttúrulega IKEA, þeir stóðu sér mjög vel þegar þeir tóku það fram að þeir myndu ekkert hækka í sínum bæklingi til byrjun september er vantilega hækkað núna. Það er rosalega ódýrt að borða það líka. Já, mjög gott. Og fyrir þá sem eru blákir. Tölvuvirkni að búið í Kópavogi sem hefur komið vel út í samanburði. Einhver fiskibúð Hafberg, ég hef nú ekkert sannreynt þessar niðurstöður. Og svo er það að síðastu bónus sem eru ódýrastir í matnum, en ég segi nú kannski ekki að sé gaman að fara þangað. Nei. En eins og þá eru þeir skástir og þarf náttúrulega að borða. En það er svo merkilegt sko að til dæmis þessi virðisaukaskattslækkun á matvælum og svoleiðis, hún hvarf bara alveg, þú veist, einhver því. Já, og það átti að vera svakalegt neytendur til hagspóta og var það ekki fyrr að... Jú. Ég held að hafa nú allir verið sammála það að sko, sú aðgerð var nú fyrirfram dæmd til að mislukkast. Sko. Eitt af því sem var varað við? Algjörlega galin aðgerð. Alveg fáránlega. Og hún fór alveg út í... Já. Ég er náttúrulega... Mjög vitlaus, sko. Samt sko að byrja með þessa síðu fyrir ári síðan og þá var náttúrulega sko, hvað var ekki, velborgan 4,2%. Já. Dollarin var 63, evran 88. Þannig að ég... Þú manns tíman að fenna. Ég er nóg að gera held ég bara næstu... Já, þú ætlar að halda þessu áfram? Já, það ekki. Jú. En náttúrulega evran er núna í 133 og dollarinn í 96 eða ekki? Já, núna, en hvað verður nú á morgun? Eða hinn? En trúir ekki því þegar Davíð segir að krónan sé bara góð? Já, ég hef ekki heyrt neinar fleiri ástæður fyrir því. En hver ástæð, hvað gæti hugsanlega verið gott við hérna? Það sé einn daginn 60 og næsta 100 kannski. Ég skil ekki. Ég ætla að enda á þessu einu og það er, hvað er að gerast í lögreglumálunum í landinu? Er að verða uppreisn hér í lögreglunum? Hvað sýnist þér, Björg Eva? Það er allavega meir en lítill órói. Og þetta sem að meðan Jóhann R. Benediktsson hann skuli núna verða hætta eins og lítur út fyrir og Björn segir að þetta sé eitthvað sem hann hafi nú jafnvel hugsað sér með að láta bara alla hætta á 5 ára fresti eða auglýsa alltaf. Já. Það er út af fyrir sig bara mjög skoðunarvert en það er mjög sérkennilegt að það kemur þannig í kjölfærið á svona ósamkomulagi þeirra á milli peninga. Árni, hvernig líst þér á þetta? Ég get nú út af fyrir sig tekið undir þetta sko. Ég held að Björn verði að útskýra þessa ákvörðun betur. Eftir því sem ég best veit þá er þetta fordæmalaust að fara að með þessum hætti. Það liggur fyrir að Jóhann hefur staðið sér vel í starfið. Það liggur líka fyrir að peningamálin er í lagi þarna og embættið er búið að fá heilbrigðisvottorð hvað það varðar. Það liggur líka fyrir hins vegar að ef að veita á þá þjónustu og halda upp í því þjónustustigi sem að menn hafa vilja að gera, þá þarf meiri peninga til embættisins. Þannig að mér finnst sko mér finnst það ekki vera nein rök fyrir því að haga málum með allt öðrum hætti varðandi þetta embætti en önnur embætti
að það hafi breyst að umfangi og eðli. Maður lítur þó að spyrja sig býtur hæfniskröfurnar til lögreglustjórans þá eitthvað breyttar eða ég meina það eru mörg önnur embætti sem hafa tútnað út á skipunartíma forstöðumannanna og ef þeir á annan borð uppfylla hæfnisskilyrði til að gegna embættinu þá hefur ekki verið farið svona að. Og þú heldur ekki að þeir fari næst þá? Ég meina, það kemur fram í Morgunblaðinu í dag að ríkislögreglustjóraembættið er búið að vaxa 6-falt frá 1996 og þá auglýsa það þegar það kemur til endur. Það er búið að vaxa 6-falt? Já. Og reynir meir? Og það er auðvitað bara þannig að almenna reglan hefur ekki verið þessi og ef menn ætla að búa til nýja reglu þá finnst mér menn þurfa að rökstyðja betur heldur en ég hef séð frá dómsmálaráðherra í þessum málum. En þetta er svolítið merkilegt sem að lögreglustjórinn í Reykjavík, Stefán Eiríksson, sem ég held að sé bara orðinn dálítið vinsæll maður, hann segir að hann vill fá sérsveitina í löggæsluna á höfuðborgarsvæðinu, þar sem er náttúrulega flest fólkið og hann segir, já við erum að stundum að biðja hann að þá erum að gera eitthvað annað og við fáum eitthvað skilur, við vitum ekki hvað þeir eru að gera, þeir eru bara að æfa eitthvað. Ég held nefnilega að þetta sé mjög athyglisverður punktur og það er mjög mikilvægt held ég þegar að menn sjá að þessi stóru embætti hér á höfuðborgarsvæðinu og í Suðurnesjum eiga við manneklu að stríða að við nýtum vel það hæfileikaríka og vel menntaða löggæslufólk sem er upptekið í öðrum störfum og að þess vegna held ég að það sé mjög skynsamlegt að flytja þessi verkefni undir yfirstjórn lögreglustjóra því ég held að það sé stjórnsýslulegt glabræði að hafa ríkislögreglustjóra sem er annars vegar samræmingar og eftirlitsaðili og er síðan í samkeppni við lögreglustjórana tiltekin löggæsluverkefni. Það er bara galið. En hvað verður umræðan þetta á næstu vikum og mánuðum? Það verður mjög spennandi. Ég segi nú bara Ég spyr raunverulega. Það verður kannski einhver núningur í ríkisstjórninni. Ég get nú kannski tjáð með þessu leikmaður að ég bý nú hann á svæðinu á Jóhanni en ég veit ekki til þess að það sé neitt upp á hann að klaga svona. Lögreglan er sýnileg og Suðurnes sem er nokkuð sáttir. Við skulum slíta þessu núna Árni Páll, Björg Eva, Gunnar Lárus, Dr. Gunni, Skúli Thoroddsen. Við höldum hér áfram með höfund Hafskipsbókarinnar sem voru að koma út og svo Lárus Velding, bankastjóra í Glitni.